Góðan dag og verið velkomin í aprílfréttir Hríseyjarskóla. Að venju var margt að vera hjá okkur í apríl. Fimmtudaginn 15. apríl var náttúrudagur í Hríseyjarskóla. Það var gaman að mæta í náttfötum í skólan. Nemendur unnu fullt af verkefnum og það var skemmtileg tilbreyting að vera í náttfötum í skólanum. Og kennararnir mættu í náttfötum á fundinn sinn. Við héldum áfram að stjórnast í fatavél fólks og héldum bláan dag til að sýna verkefninu Blár aprílstuðning og auk þess var kvöldvaka með 80s þema og allir eyddu mörgum klukkutímum í að græja sig. Við skulum heyra meira kvöldvökuna. Við mættum í 80s búningum. Við fórum í stoppdans, setjudans og hryggbrottin. Það var mjög gaman. Það var búin að skreyta allt og setja diskoljós. Sjoppan var líka opin, það var mjög gaman. Á leikskólanum hefur paprikuræktun staðið yfir á vorin. Nú ætlum við að heyra meira af því verkefni. Fannst þér gaman að rækta paprikuplönturnar? Já. Finnst þér paprikur góðar? Finnst þér paprikur góðar? Ekki? Finnst þér paprikur góðar? Já. Veistu hvernig þær eru á litinn? Gular, grænar eða rauðar. Það er líka til appelsínugul. Það hefur margt verið unnið í listasmiði í vetur. Við skulum líta á nokkur flott verkefni. Nemendur unnu ljósmyndaverkefni í myndmennt. Við tókum myndir af bæði hvort öðru og hlutum. Hæ, ég heiti Bella og ég var að teikna á blað svona og ég saum og svo var ég að herma eftir teikningunni, saumaði þetta svo saman og svo notaði ég svona eitthvað efni hér og tölur. Þetta er bánsinn minn sem ég teiknaði á blað og saumaði svo saman, þetta er pipartittar. Í apríl fengum við óvænta heimsókn. Við skulum kíkja á eitt vídeó sem við náðum. Í Hríseyjarskóla eru miklir sælkerar. Nú skulum við sjá hvað leikskólinn og frístönd voru að baka. Nú er komið vor og við erum búin að vera mikið úti í góða veðrinu. Við skulum kíkja á nokkrar myndir úr útiveru.
Við stefnum að hafa árshátíð þann 22. maí. Þar munu nemendur stíga á svið, syngja og leika leikrit. Þema að þessu sinni verður vinátta og það er mikil spenna í hópnum þar sem við náðum ekki að hafa árshátíðinni í fyrra. Að mörgu er að huga fyrir árshátíðina. Nemendur og starfsfólk vinna hörðum höndum þessa dagana að búningagerð, leikmynd og tæknivinnu. Anna María hefur tekið að sér að festa allan undirbúninginn á filmu. Við erum líka að leggja loka hönd á skólaballið Hrís sem kemur út í maí. Við hvetjum ykkur til að næla ykkur í eintak. Við þökkum fyrir okkur og sjáumst hress og kát á árshátíðinni.